Hér hefur blaðamaður Eðfaxa fundið Pálma Guðmundsson, formann hestamannafélagsins Hornfirðings, í nýrri og glæsilegri aðstöðu hér á Fornustekkum í Nesjum. Komdu sæll og blessaður, Pálmi. Blessaður sæll og velkomin. Til hamingju með nýja og glæsilega aðstöðu sem mér skilst að sé félagshesthús. Já, það er rétt. Á sínu tíma þegar var byggð hér reiðhöll og þá komum við þannig fyrir að sveitafélagið yfirtók reiðhöllina, eignaraðila henni og útvegar hestamannafélaginu frí afnót af henni. Síðan eigum við hér hesthús við hliðina sem við vorum að innrétta núna fyrir 20 hesta og hugmyndin hjá okkur er að leigja þetta til félagsmanna og erum með sérstaka áherslu á að auðvelda unga fólkinu að koma hérna inn, þannig að það hefur ákveðin forgang og er með ákveðna niðurgreiðslur á stíunum. Og hver aðili borgar fyrir sína stíu og sér hirðingu á henni þá eða hvað? Já, það verður þannig að við verðum með sameiginlega gjöf á morgnana. Það verður maður sem að gefur á morgnana og síðan sér hver sig seinnipartinn og setur hest út og mokar undan og spænir og svo framvegis. En hugmyndin er að fólk auðvitað geti hjálpast að og hérna verða 20 aðilar af því að það verður engin með nema eina stíu hver. En reiðhöllin, hún er opin til notkunar fyrir félagsmenn allan daginn eða er mikið starfsemi í henni eða hvernig hagið þið reiðhöllinni? Það er nú þannig að það er alltaf yfirleitt hægt að komast að í reiðhöllinni og ef að þannig haga til að það er eitthvað námskeið í gangi eitthvað slíkt, þá er það bara auglýst fyrirfram og þá veit fólk að því og svo þetta er það stóð höll að við getum alveg skipt inn í tvennt ef því er að skipta sko. En það er nú svona lúxusvandamál, við höfum mjög rúman tíma fyrir höllina. Nú er framundan mikil gleði hér hjá ykkur á Fornustekkum, það er fjórðungsmót í sumar, 11. til 14. júlí. Það hlýtur að vera gaman að vera að koma með svona frábæra aðstöðu þegar að því móti kemur. Já, auðvitað, það skiptir mjög miklu máli og þetta var heilmikið átak. Við byrjuðum hérna framkvæmdina í nóvember og erum búin að vinna þetta allt saman í sjálfboðavinnu, félagarnir, og búin að lyfta grettistaki í því að gera þessa aðstöðu mjög góða. Og það er auðvitað gaman að taka á móti fólki, bæði hérna fyrir austan okkur og norðan og síðan hérna vestan við okkur, en Geysir verður núna aðili að mótinu í fyrsta skipti og það er náttúrulega mjög flott að geta tekið á móti hérna graðhestum og keppnis- og kynbútarhrossum í þessa aðstöðu og svo erum við þetta með hesthús hér á svæðinu sem að við getum boðið upp á líka. Ákveðin rómantík yfir þessum fjórðungsmótum, það var engin breyting á núna, þetta er gleði, fyrst og fremst gleði mót. Já, við erum þetta svona afslappaðra heldur en kannski landsmótin, það er ekki alveg eins þröng dagskrá en við erum auðvitað með skógaerútreið og við erum verðum með ball og við ætlum okkur að vera með góða aðstöðu fyrir hjólhýsi og tjöld og síðan er auðvitað mikið að gististöðum hér í kring og ég veit að sumir eru byrjar að panta þar til þess að geta verið við fyrsta flokks aðstæður. Við þökkum þér kærlega fyrir spjallið, Pálmi, og hlökkum til að fylgjast, Eðfaxa hlakka til að fylgjast með framhaldinu og sjá þig á fjórðungsmóti. Já, takk fyrir komuna og vonast til að sjá ykkur sem allra flest.